Komið sæl, í þessu erindi ætla ég að segja ykkur frá afrétti hrunamanna. Ég er sjálfur hrunamaður og þekki afréttin nokkuð vel, að minnst kosti suma hluta hans, en ég hef ferðast talsvert hann í nokkra áratugi. Ég ætla einkum að segja ykkur frá jarðvegsrofi og helstu gróðurbreytingum í afréttinum. En aðeins nánar efni erindisins. Fyrst mun ég fara yfir aðstæður í afrétti, síðan ætla ég að greina frá gróðrinum eins og menn halda að hann hafi verið fyrr á öldum. Þá ætla ég að greina frá gróður og jarðvegseyðingu í afréttinum og frá uppgræðslu sem þar er unnið að. En megin áherslu mun ég hins vegar leggja á gróðurbreytingar sem orðið hafa utan uppgræðslusvæða. Og að lokum mun ég setja fram nokkrar ályktanir. En hvernig eru aðstæður í afréttinum? Afrétturinn liggur fyrir suðvestan Hofsjökul, að vestan ræður Hvítá mörkum en að norðvestan Jökulfallið. Að austan er það Stóra-Laxá og Laxárdrög en að sunnan ráða heimalönd efstu bæja og Hrunaheiðar. Skoðum nú nánar kort af afréttinum. Þetta kort er með hæðarbeltum. Afrétturinn er frekar stór, flatarmál er tæplega 1000 ferkílómetrar, lengd 65 kílómetrar og breiddin er 16 til 18 kílómetrar. Hæð yfir sjó er frá því að vera 200 metrar suðvestast í afréttinum upp í tæpa 1500 metra í Kerlingafjöllum. Í stórum dráttum má segja að afrétturinn sé austurhluti dals sem Hvítá rennur eftir. Þetta er víður dalur sem nær alla leið norður fyrir Hvítárvatn og að Kili. Hér sjáið þið 500 metra hæðarlínuna en stór hluti afréttarins er undir 500 metrum. Austur og norður hluti afréttarins eru hins vegar talsvert hálendir. Geldingafell og Digraalda eru í 700 til 800 metra hæð og hef ég merkt þar hérna með hvítu letri. Og Kerlingafjöllin enn hærri. Landi hallar því víðast hvar til suðvesturs í átt að Hvítá. Almennt má segja að afrétturinn snúi nokkuð vel við sólu en talið er að gróðurskilyrði séu einna best í suðvesturhlíðum. En þar nýtist ljós einna best til ljóstillífunar því hiti er einna hæstur þegar sól er hvað hæst á lofti. Annað sem rétt er að nefna er að snjór safnast víða fyrir í suðvesturhlíðum á þessum slóðum sem ver gróður að vetri til. Í afréttinum er talsvert votlendi. Má þar nefna Miklumýrar, Hænsnaver og Búrfellsmýrar. Landi í afrétti er mishæðótt og einkennist af ásum og öldum sem ganga til suðvesturs. Þetta tvennt, það er votlendissvæðin og ásarnir, gera það að verkum að land er víða nokkuð vel varið gegn rofi sem ég mun koma að hér betur á eftir. Hér sjáið þið hitakort af Íslandi. Þar kemur dalurinn sem Hvítá rennur eftir vel í ljós. Því svæði með tiltölulega háum hita og fremur góðum gróðurskilyrðum teygir sig hér inn með ánni norður fyrir Hvítárvatn. Ýmist annað en hitafar og landslag hefur haft áhrif á gróður á þessu svæði. Ber það sérstaklega nefna öskufall en Hekla sem er í 40–60 km fjarlægð hefur margsinnis dreift mikilli ösku yfir þetta svæði. Jarðvegur einkennist því mjög víða af þykkum öskulögum. Hér sjáið þið nokkuð dæmigert jarðvegssnið af þurrlendi. Það er tekið í holtinu sunnarlega á afréttinum. Öskulögur Heklu er mjög þykk og áberandi. Neðst er H5 sem ég hef ekki merkt hér, síðan koma H4 og H3 sem eru bæði 40 cm þykk á þessum stað. Ofar má svo sjá lag úr Heklu frá 1104 og einnig hef ég merkt inn landnámslagið sem er raunar ekki úr Heklu. Þarna er einnig ýmis önnur lög meðal annars úr Kötlu. Eitt er þess sem mótað hefur gróður í afréttinum á undanförnum öldum er búfjárbeit.
Afrétturinn hefur sennilega verið beittur allar götur frá landnámi. Hér er verið að reka fé í afrétt en geta má þess að hrossum hefur einnig verið beitt í afréttin en því var hætt árið 1980. En hvernig var gróður í afrétti fyrr á öldum? Hér er tilgátukort af gróðri við landnám sem þeir félagar á Náttúrufræðistofnun Íslands, Guðmundur Guðjónsson, Eyþór Einarsson og Einar Gíslason hafa gert. Þar er gert ráð fyrir að birkiskógur eða birkikjarr hafi vaxið í Hvítárdalnum svonefnda, alveg inn fyrir Hvítárvatn. Ég tel mjög líklegt að þetta sé rétt. Á þessu svæði finnast enn nokkrar birkileifar inn með Hvítá að austanverðu. Þar er einnig að finna kolagrafir á nokkrum stöðum. Annað sem bendir til þess að þarna hafi verið mjög gróðursælt er byggðin í Hvítárhvömmum. Fyrir gosið í Heklu árið 1104 var þarna búið á 5 bæjum tíma. Bæirnir eru Rofshólar eða Rókshólar, Stangarnes, Mörþúfur, Laugar og Þórarinsstaðir. Talið er að þeir hafi allir farið í eyði við gos í Heklu árið 1104. Ég reikna með að á því svæði þar sem bæirnir stóðu hafi vaxið birkiskógur við landnám. Bæjarrústirnar á Laugum og Þórarinsstöðum voru grafnar upp og rannsakaðar árið 1945 af þeim Sigurði Þórarinssyni og Kristjáni Eldjárn. Skoðum nú aðeins rústirnar á Þórarinsstöðum. Hér má sjá uppdrátt eftir Kristján Eldjárn af rústunum á Þórarinsstöðum. Bærinn hefur verið talsvert stór en húsin hafa verið 30 metrar að lengd. Þarna má sjá tvískiptan skála, búr og fjós fyrir 19 gripi ásamt hlöðu. Á bænum voru einnig fjárhús fyrir 160 sauði eða 200 fjár samkvæmt reglum í búalögum. Þetta hefur því alls ekki verið kotbýli og bendir því til að gróður í Hvítárhvömmum hafi verið frekar öflugur og gróskumikill. Þegar Sigurður Þórarinsson rannsakaði rústirnar á Þórarinsstöðum og svæðið í kring, fann hann í öllum jarðvegssniðum 1 cm þykkt viðarkolalag undir öskulaginu frá 1104 og ályktaði að þarna hefði birkikjarr eða skógur verið brenndur, sennilega til að fá betra beitiland. Árið 1104 verður mikið gos í Heklu og þykkt öskulag dreifist á meðal annars yfir Hrunamannaafrétt sem veldur því að byggðin í Hvítárhvömmum lagaðist af en einnig byggðin í Þjórsárdal. Það er vitað að gróður og jarðvegseyðing hefur geisað á afrétti Hrunamanna langa hríð. Það er hins vegar ekki ljóst hvenær eyðingin hófst fyrir alvöru eða hversu lengi hún hefur staðið á hverju svæði. Það má þó fullyrða að eyðingin hafi verið mjög mikil bæði á 19. og 20. öldinni. Ég sem er núna rúmlega 70 man vel eftir miklu moldroki sem barst úr afrétti yfir byggðina í Hrunamannahreppi. Skoðum nú aðeins hvað er þekkt í þessum efnum. Ég hef aðeins upplýsingar frá 5 stöðum sem gefa vísbendingar jarðvegseyðingu í afrétti. Það er frá Harðavelli sem er hér nyrst og síðan frá Brunnalækjum sem eru rétt vestan við Hvítá á Biskupstungna afrétti, úr Stóraveri, Holtinu og frá Illagili sem allt eru staðir sunnarlega á afréttinum. Rauða svæðið er landgræðslugirðingin sem kennd hefur verið við Gullfoss. Byrjum fyrst á Harðavelli en hann er merktur þarna sem rauður punktur efst til hægri á myndinni. En þar höfum við lýsingu frá Brynjólfi Jónssyni, fræðimanni frá Minna Núpi. Brynjólfur var þarna á ferð árið 1868 og segir að þá hafi þar verið graslendi með lyngmóagróðri. Hann er síðan aftur á ferð sama svæði 27 árum síðar eða 1895. En þá segir hann að landið hafi verið örblásið og urð ein. Þetta kemur mér nokkuð á óvart
að landið skuli ekki hafa blásið upp fyrr en þetta, en það í 400 metrar hæð og mjög áveðra. Hér sjáið þið línurit sem sýnir jarðvegsþykknun á 4 stöðum. Það við Brunnalæki á Biskupstúnsafrétti, það hérna efst til vinstri, úr Stóraver og Illagili á Hrunamannaafrétti. Sniðin eru frá Bryndísi Róbertsdóttur og Grétari Guðbergssyni. Tökum fyrst sniðið við Brunnalæki, þarna efst til vinstri. Þar virðist jarðvegsþykknun vera lítil fyrir árið 1000, en eftir það eykst hún og verður mikil allar götur síðan. Við Illagil, sem rétt sunnan við afréttaginninguna, tók Bryndís snið. Þar virðist jarðvegsþykknun vera lítil til 1300, en hún eykst síðan verulega eftir það. Úr Stóraveri eru til 2 snið, tekin á sitt hvorum staðnum. Annað af Bryndísi Róbertsdóttur, það neðst til vinstri, en hitt af Grétari Guðbergssyni, það neðst til hægri. Á báðum stöðum jarðvegur mjög þykkur og hefur hann þykknað talsvert alveg frá H5. Á sniði Bryndísar eykst þykknun eftir 1104, en þó einkum eftir 1766. Á sniði Grétars verða umskiptin strax eftir 1104. Í holtinu, sem tæpa 3 kílómetrum vestan við Stóraver, virðist jarðvegsþykknun aukast eftir H4, en eykst síðan enn meira eftir Heklugosið 1693. Þessar litlu upplýsingar sem til eru benda til að rof í afréttinum hafi ekki farið af stað fyrir alvöru fyrr en eftir 1104 og hafi verið talsvert misjafnt eftir stöðum. Ég tel að jarðvegseyðing í afréttinum hafi tekið langan tíma og vegna landslags og votlendis hafi víðáttumiklir áfoksgeirar ekki náð að myndast. Þá aðeins helstu rofsvæði. Helstu rofsvæðin í afréttinum eru 7 að tölu og hef ég mælt flatarmál þeirra. Samanlagt flatarmál 90 ferkílómetrar, sem um 1/5 af því landi sem undir 500 metrar hæðarmörkum. Það fróðlegt að bera saman Hrunamannaafrétt og Biskupstúnsafrétt, sem hvor í sínum helmingi Hvítárdalsins. Á þessari einrauðu mynd kemur fram mikill munur, því gróður miklu minni vestan Hvítár en austan. Vestan árinnar land mun opnara gagnvart norðaustanáttinni, sem aðalar rofáttin á þessu landsvæði. Landslag auk þess þannig að vestan ár votlendi mun minna en austan. Að mínu mati hefur þetta orðið til þess að mikilvirkir rofgeirar hafa átt mun auðveldara með að myndast vestan ár en austan, sem leitt hefur til mun meiri jarðvegseyðingar í vestur helmingi Hvítárdalsins, það á afrétti Biskupstungna. Aðeins nokkur orð uppgræðslu á afrétti Hrunamanna. Í afréttinum hefur verið unnið að uppgræðslu frá 1970. Í fyrstu að mestu á friðuðu landi. En árið 1970 var landgræðslugirðing sett upp fyrir ofan Gullfoss, svokölluð Gullfossgirðing. Síðan var bætt við svæðum og farið að græða upp land á beittu landi í Stóraveri árið 1992. Við Svínárnes var síðan hafist handa árið 2004 og á sama tíma var einnig byrjað að græða upp við Skyggnishóla. Margir hafa komið að uppgræðslunni, svo sem Landgræðsla ríkisins, Hrunamannahreppur, Sauðfjárbændur, Landgræðslufélag Hrunamanna og fleiri. Meginmarkmið uppgræðslunnar hefur frá upphafi verið að stöðva rof og koma í veg fyrir frekari eyðingu á jarðvegi og gróðri. Einnig að koma af stað gróðurframvindu og mynda sjálfbær gróðurlendi.
og við hefum lagt töluverða áherslu á það að fella gróður í uppgræðslum að nærliggjandi gróðri. Hér er mynd úr uppgræðsluferð. Við förum einu sinni á ári í slíka ferð. Ég hef verið að aðstoða bændur við uppgræðsluna. Á beittu landi höfum við aðallega verið að dreifa tilbúnum áburði og grasfræi en einnig sett hey í rofabörð. Á friðuðu landi höfum við gert ýmislegt fleira, svo sem sáð birki, plantað smára, lúpínu, sett niður víðisbrota og fleira. Árangur hefur víða verið góður. Þessi mynd er frá uppgræðslu á moldum á friðuðu landi í Gullfossgirðingunni og að mínu mati er þarna nokkuð góðan árangur að ræða. Þið sjáu þarna mynd frá 92, 98 og svo frá 2015. Við höfum sváð birki í nokkuð víða í Gullfossgirðingu og erum þannig að reyna að endurheimta fyrra skóglendi á þessu svæði. Skógur er hvergi kominn, en birki er allvíða að finna í girðingunni og er færð að sá sér út. Bæði á friðuðu landi og beittu höfum við sett hey í rofabörð til að græða þau upp. Hér er dæmi af beittu landi í Stóraveri. Og eins og sést þá hefur hér tekist allvel til. Nú er ég eiginlega kominn að aðalefni erindisins, það er að lýsa þeim gróðurbreytingum sem orðið hafa utan uppgræðslusvæða. En það er ekki bara á uppgræðslusvæðum sem gróðurbreytingar hafa átt sér stað, heldur einnig á svæðum utan þeirra. Það vildi svo til að ég byrjaði að rannsaka gróður við Heykil árið 1981, en þetta var þá hluti af doktorsverkefni mínu. Ég valdi þetta svæði vegna þess að þarna var að finna á sama stað eða svæði land á mismunandi stigum rofs og endurgræðslu, en ég hafði sérstakan áhuga á að kanna landnám plantna á rofsvæðum. Þarna lagði ég í upphafi út 18 rannsóknarreiti í land á mismunandi stigum rofs og endurgræðslu og þar gerði ég ýmsar mælingar. Ég var meðal annars að rannsaka spírun og fræforða í jarðvegi og þurfti því að girða af 6 reiti til að koma í veg fyrir að sauðfé skemmdi tilraunina. Það eru reitirnir sem eru grænir á myndinni. Ég hef síðan haldið þessum reitum friðuðum en í raun var það í upphafi ekki tilgangurinn. Ég hef nú mælt gróður í reitunum 3 sinnum, fyrst 1981, síðan 1999 og loks 2009. Árið 1999 bætti ég við 2 reitum, það er þeim bláu á myndinni, til að fá betri samanburð á beittu landi og friðuðu. Ég er því með 4 reitapör þar sem land var mjög svipað í upphafi, annars vegar á beittu landi og hins vegar á friðuðu, það eru þessir hvítu hringir. Og þá koma niðurstöðurnar. Ég ætla ekki að útskýra þetta graf mjög ítarlega, en þetta er samt niðurstaða DCA-hnitunargreiningar. Grafið gefur til kynna gróðurbreytileika. Hver punktur sýnir niðurstöðu gróðurmælingar einu sinni í einum reit. Því styttra sem er á milli punkta, því líkari eru viðkomandi reitir að tegundasamsetningu og gróðurþekju. En eftir því sem lengra er á milli þeirra eru þeir ólíkari. Ef við skoðum til dæmis fyrsta ásinn, þá sést að hann spannar 4 einingar. Það þýðir í grófum dráttum að reitur sem er vinstra megin á grafinu á nánast engar tegundir sameiginlegar með þeim reitum sem eru hægra megin. Ef við leggjum gróðurþekju yfir niðurstöður hnitunargreiningarinnar sést að reitir vinstra megin á myndinni eru nánast algrónir, en þeir sem eru hægra megin þar er gróðurþekja lítil. Fyrsti ás hnitunarinnar á því mjög sterka samsvörun við gróðurþekju. Ef við skoðum nánar hvað er á bak við þetta, þá sjáum við að uppi í hægra horninu
eru rakar moldir sem að byrja að gróa upp. En neðst hægra megin eru það líttgrónir melar. Efst til vinstri aftur á móti algróið graslendi og neðst til vinstri það fjallmólendi með fjallrapa, lyngi og víði. Ef við tengjum saman mælingar í sömu reitum má sjá hvaða gróðurbreytingar hafa átt sér stað. Blátt táknar beitta reiti en grænt friðaða. Þarna sést að mjög miklar gróðurbreytingar hafa orðið og þær eru að mörgu leyti stefnubundnar. Nánast allir reitir hafa hliðrast til vinstri í átt til meiri gróðurþekju. Melarreitir þróast flestir í átt til mólendis en moldarreitir ýmist í átt til graslendis eða mólendis. Til að skoða áhrif friðunar sýni ég hér eingöngu reitapörin 4. Blátt beitt en grænt friðað. Í upphafi var land mjög svipað í hverju pari. Fyrir reiti 19 og 20 hef ég ekki upphafspunktinn en set hann á sama stað og fyrir sambærilega reiti og sýni tenginguna hér með rauðum línum. Ef við skoðum fyrst reiti 18 og 20 sem á rökum moldum, sést að báðir hafa hliðrast nokkuð á myndinni. Friðaði reiturinn meira en sá beitti. Tökum næst melarreiti, fyrst reiti 11 og 19 og síðan reiti 13 og 12. Í báðum tilvikum hliðrast friðaði reitir meira en beittir. Þetta sýnir að gróður hefur aukist bæði á beittu landi og friðuðu en bendir einnig eindregið til þess að land grói hraðar á friðuðu landi en beittu. Reitir 5 og 6 voru árið 1981 algrónir en þeir hafa hliðrast talsvert sem sýnir að þar hefur gróður breyst bæði á beittu landi og friðuðu. Niðurstaða af samanburði þessara reitapara sýnir að bæði á moldum og melum hefur land gróið en breytingin meiri á friðuðu landi en beittu. Þá aðeins að jarðvegsþykknun. Nú háttar svo til að í Heklugosinu 1970 féll talsverð aska yfir þetta svæði. Með því að mæla niður á öskulagið á mismunandi tímum má fá upplýsingar áfok. Öskulagið fannst ekki alstaðar eða aðeins þar sem land var sæmilega gróið þegar askan féll. Niðurstöðurnar sýna að áfok í mörgum reitum mjög mikið eða allt að 0,8 cm á ári. Alstaðar hefur þó dregið úr áfoki á þeim tíma sem mælingar ná til. Ég mun nú sýna nokkur dæmi gróðurbreytingar í heykili. Fyrst það friðaður melur. Árið 1981 var melurinn mjög illa gróinn, nánast blár yfir að líta. Og takið einnig eftir landinu þarna lengra frá, bæði utan við reitin og svo á moldunum sem við sjáum þarna í baksýn. Nú árið 2009 þá lítur reiturinn út svona. Gróður orðinn mun meiri en samt langt frá því að landið sé algróið. Landið utan girðingar hefur einnig gróið, bæði á melnum en einkum þó á moldum sem við sjáum þarna lengra frá. Og svona leitir þetta út árið 2015. Gróður hefur aukist enn frekar. Þá koma myndir úr 7. reit sem á rökum moldum, beitt land. Árið 1981 var gróðurþekja nokkur en aðallega voru þarna einarar tegundir skurfa og naflagras. Takið sérstaklega eftir barðinu handan við reitinn. Á þessum tíma var þar mikið rof. Árið 2009 hafa orðið miklar breytingar. Torfan þar sem kindin lá 1981 fokin út í veður og vind en stór steinn kominn í ljós. Land hefur síðan gróið mjög mikið. Hér svo mynd sem var tekin 2015.
Það sést að land hefur gróið enn frekar. 1980 var það mjög mikið rof og satt að segja hélt ég að öll torfan myndi hverfa, en svo varð ekki því rofabarðið að lokast. Tekið skal sérstaklega fram að þarna ekki verið að gera neitt til að græða upp land, en landið er einnig beitt með sauðfé. Hér er annar reitur á rökum en friðuðum moldum. Fyrsta myndin tekin 1981. Í reitnum má sjá hnubba af skriðlinggresi, en þeir eru einnig að finna naflagras, skurfu og meira að segja vatnsliðagras sem sýnir að jarðvegur er þarna mjög blautur. Þetta er friðaður reitur og er næsta mynd tekin árið 2009. Þá hafa orðið miklar gróðurbreytingar bæði innan og utan reits. Víðir hefur meðal annars numið land í reit og jarðvegur hækkað verulega vegna áfoks sem safnast hefur í gróðurinn. Síðasta myndin er síðan tekin sumarið 2016. Gróður hefur aukist enn frekar og víðir finnst nú bæði innan og utan reits. Fyrir 20 árum, eða 1996, fór ég gönguferð frá Heygili og inn með Stangará að Bláfellshólma, út á Bug og síðan aftur tilbaka. Þetta er 20 km ganga. Í ferðinni tók ég nokkrar myndir. Nú í sumar, 20 árum síðar, endurtók ég þetta og tók myndir af sömu stöðum. Ég ætla nú að sýna ykkur nokkrar myndir úr þessum ferðum. Ég byrjaði hér við gula punktinn og geng hérna upp með Stangará, fyrst að vestanverðu og síðan að austanverðu. Ég sýni hér í byrjun breytingar næst Heygili sem hafa orðið á 33 árum. Efstir hægri sjáið þið mynd sem var tekin 1983 og þarna vinstra megin við lækinn er nýgræði sem þetta er land sem hefur blásið upp og var gróið upp þegar ég byrja að fara þarna 1980. En hægra megin er rofið land en það er að byrja að gróa upp og þarna sé smá örlítill græn slikja sem er aðalega naflagras og örlítið af skriðlinggresi. Svona leit þetta út 1995 og núna síðastliðið sumar 2016 þá er útlitið svona. Þarna hafa greinilega orðið miklar gróðurbreytingar. Landið er nánast orðið algróið. Ég hef farið í Heygili á nánast hverju ári frá 1981. Mér sýnist, þegar ég lít tilbaka, að gróðurbreytingar á þessu svæði hafi byrjað fyrir alvöru rétt fyrir 1990. Hér er mynd sem er tekin af þessu svæði og sýnir svona nærmynd af þessum gróði. Þarna sem komin er land algróið og orðið algróið graslendi. Hér er mynd sem ég tók nokkru norðar. Ég er komin í 290 metrar hæð og myndin er tekin til suðvesturs. Og síðan 20 árum setna þá leit þetta út svona. Og þarna hefur land gróið verulega og einkum finnst mér merkilegt að öskulagið úr H3 hefur gróið en yfirleitt á gróður mjög erfitt uppdráttar í þessum þykku öskulögum. Hér er mynd sem er tekin heldur norðar og horfir til suðvestur eins og fyrr í áttina að Hlöðufelli. Landið er tekið að gróa en er ekki fullgróið. 20 árum seinna þá lítur það svona út. Þarna er landið sem sagt fullgróið og víðir nú sjáanlegur. Hér er ég komin heldur lengra upp með Stangará og myndin nú tekin til suðurs. Takið sérstaklega eftir steinunum á melnum efst til vinstri, svona til að staðsetja ykkur. Þarna 96 þá er þarna rakar moldir og landið er að byrja að gróa upp, en svona leit þetta út sumarið 2016. Þarna er myndast votlendi þar sem fífa er áberandi.
Nú er ég komin að Þórarinstöðum og myndin er tekin í átt að Hlöðufelli frá smiðjunni á Þórarinstöðum. Hægra megin fyrir miðju er nýgræði þetta er land sem hefur gróið upp áður en ég fór að fara þarna, fyrir 1980. En örvarnar benda aftur á móti á moldarbletti og við sjáum, ef við skoðum næstu mynd sem var tekin 20 árum seinna, að þá hafa þessir moldarblettir minnkað verulega. Nú er ég aftur á móti komin í 310 metra hæð og komin austur fyrir Stangará. Þarna eru leifar af torfum en það er greinilegt að þær eru að gróa upp og land utan þeirra er í mikilli framför. Þarna er ég komin enn lengra í 310 metra hæð inn með rofjaðrinum og þarna er land að gróa upp, fjalldrapi, krækiling og mosi. Hér er mynd sem er tekin norðaustur með rofjaðrinum og ég komin þarna í 350 metra hæð. Rauðu örvarnar sýna nýgræði og eins og þið sjáu þá er land að gróa upp þarna líka. Hér er ég komin enn norðar og það er alls staðar sama sagan, land er greinilega í mikilli framför og er að gróa upp. Hér erum við komin í 350 metra hæð og það er enn sama að gerast, landið er að gróa upp í allmiklum mæli. Nú er ég aftur á móti komin út á Bug og ætla að sýna ykkur nokkrar myndir sem ég tók á Bugnum. Þar hefur land að stórum hluta blásið upp en hefur gróið að hluta til aftur. Grá svæði er land sem er vaxið gamburmosa. Littgrónir melar eru brúnleitir eða gráir. Þarna eru einnig mjög greinilegir farvegir eftir Hvítá frá fyrri tíð og sums staðar þar er votlendi. Á þessu svæði er talsvert skógarleifar. Sýni ég fyrst mynd af stærsta birkilundinum og hann sjáið þið hér. Þetta er mynd sem var tekin 1996. Landið er þarna í 280 metra hæð og Bláfell í baksýn. Hér er aftur á móti sami lundur 20 árum seinna. Þarna hefur orðið veruleg breyting. Birkið hefur vaxið talsvert og hefur sennilega hækkað 50 til 60 sentimetra og elfst mjög mikið. Og sums staðar var birki farið að nema land þó í litlum mæli væri. Nú fer ég heldur lengra út á Bug, þar eru birkilundir líka en heldur minni og það má segja þá alla að þar var birki í mikilli framför. Takið sérstaklega eftir beitilinginu sem virðist vera í mikilli sókn á þessu svæði eins og víðar á Suðvesturlandi á síðustu árum. Nú ætla ég að fara með ykkur á Harðavöll. Það er svæðið sem Brynjólfur Jónsson lýsti að hluta árið 1895 en þá var það mjög blásið. Ég fer með ykkur hérna í smá ferð frá gula punktinum til vesturs og síðan tilbaka. Því miður á ég ekki samanburðarmyndir frá þessu svæði, aðeins myndir sem ég tók núna sumarið 2016. Þegar ég var ungur maður voru það miklar torfur og rofabörð og talsverð jarðvegseyðing. Skoðum þetta nú aðeins. Fyrsta myndin er semst af Harðavelli og er tekin í átt til Kerlingafjalla. Landið þarna rétt undir 400 metrum. Það er nokkuð grýtt og er farið að gróa upp. Þarna má meðal annars sjá gamburmosa, fjallavíði og krækiling. Næsta mynd er tekin nokkru vestar og neðar eða í 380 metrar hæð. Greinilega sést að land er að gróa upp og sums staðar hafa rofjaðrar lokast. Og hér er sama sagan. Þetta er enn vestar, land er að gróa upp og rofjaðrar að lokast.
Og hér sjáum við nýgræði, nánast algróið. Þið sjáið staðsetninguna þarna á litlu innfelldu myndinni neðst og myndinni tekið til austurs í áttina að barði sem við sjáum þarna handan við nýgræðið. Þetta er semst mosaríkt mólendi með fjalldrapa, krækilingi og víði. Og hér erum við komin aðeins austar og myndinni tekin semst í áttina að Kerlingafjöllum og landir þarna í greinilegri framför. Nú ég reyndi að meta hversu stórt svæði hefði gróið upp á Harðavelli. Það er á því svæði sem ég fór reiknast mér til að það sé 30 hektarar eða 0,3 ferkílómetrar sem hafa gróið upp á síðustu áratugum. Ég reyndi einnig að meta hversu mikið hefði gróið upp á svæðinu við Heygil og inn með Stangará. Reiknast mér til að þar hafi gróið upp 100 hektarar eða 1 ferkílómetri á 30 til 40 árum. Hversu mikið hefur gróið upp á afréttunum öllum veit ég ekki, en það væri fróðlegt að vita. Ég reikna með að það geti verið talsvert, en er rétt að benda á að á þessu svæði sem ég hef verið að sýna ykkur, liggja tiltölulega neðarlega og þar er beitarálag frekar lítið. Nú, gervitunglamyndir hafa verið notaðar til að meta gróðurbreytingar og þær benda sterklega til þess að gróður sé að aukast á landinu. Myndin sem ég sýni ykkur hérna er úr grein Mörtu Reynolds og félaga og sýnir breytingar á gróðurmagni frá 1982 til 2010. Þar gefur fram að gróður virðist einkum aukast á vestanverðu landinu. Hér hef ég staðsett Hrunamannaafrétt inn á kortið, en þar kemur fram talsvert gróðuraukning. Reikna ég með að sjálfgræðsla sem ég hef verið að sýna ykkur hér að framan komi þar fram. Á þessum slóðum er einnig mikil landgræðsla í gangi, áburðardreifing og ræktun með lúpínu sem vafalaust kemur einnig fram á myndinni. Þá aðeins að sauðfjárfjölda í Hrunamannahreppi. En það er löngu vitað að sauðfjárbeit hefur mikil áhrif á gróður. Á myndinni er yfirlit yfir fjárfjölda á vetrarfróðrum frá 1709 til 2015. Fyrir 1900 var fjárfjöldi yfirleitt 5.000, en þá eykst hann verulega og nær hámarki 1925, en þá er að vetri 8.500 fjár á fóðrum. Síðan fækkar fénu verulega 1950 vegna mæðuveiki og niðurskurðar. Fjö fjölgar síðan aftur í hreppnum og nær hámarki 1980, en þá eru á vetrarfóðrum 9.200 fjár. Fé hefur fækkað verulega síðan og nú eru á vetrarfóðrum 4.000 fjár. Nú það er vitað að álag á gróður vegna beitar er ekki aðeins háð fjárfjölda heldur einnig tíðarfari. 1925 var tiltölulega hlýtt. 1980, þegar fé var einna flest, var hins vegar frekar kalt. Land í afrétti hefur því væntanlega þolað fjárfjöldan mun betur 1925 en 1980. Og þegar ég hóf mínar rannsóknir í Heygili 1980 var það greinilega mikil ofbeit. Þessar myndir sem ég sýni hérna úr reitum 8 og 9 sýna hvernig ásýnd gróðurs hefur breyst. Til vinstri er gróður snöggur og greinilega mikið beitarálag. Til hægri eru myndir úr sömu reitum árið 2009 og sýna þessar myndir gríðarlega mikinn mun. Nú þá er ég komin að ályktunum. Ég tel að miðað við marga aðra afrétti séu gróðurskilyrði á Hrunamannaafrétti tiltölulega góð. Nú þrátt fyrir þetta var stór landsvæði orðið örfoka eða yfir 20% af landi neðan 500 metra hæðar.
Mælingar á jarðvegsþykknun bendu til þess að gróður og jarðvegseyðing hafi víða byrjað í kjölfar Heklugossins 1104 og ég tel að eyðingin hafi tekið mjög langan tíma á Hrunamannaafrétti. Frá 1980 hefur beitarálag í afrétti minnkað verulega og veðurfar hlýnað og gróðurskilyrði hafa því batnað mikið. Á vesturhluta afréttarins hefur mikið dregið úr rofi og land tekið að gróa upp í allmiklum mæli. Mestar eru breytingarnar á moldum en mun minni á melum. Þrátt fyrir þessar miklu breytingar þá tel ég mjög óræðulegt að fjölga fé í afrétti og auka beitarálag. Og það segi ég einkum í ljósi þess að beitin getur haft gríðarlega mikil neikvæð áhrif á gróður þó að í sumum tilvikum geti hún einnig haft jákvæð áhrif, einkum vegna traðks sem skapar skilyrði fyrir spírun fræs og að plöntur komast þá frekar á legg. Mig langar að þakka ýmsum fyrir aðstoðina við þessar mælingar og athuganir og þá vil ég fyrst nefna fjölskyldu og ættingja og svo vistfræðistofnunina í Lundi í Svíþjóð sem að styrkti þetta verkefni á sínum tíma. Þarna sjáið þið Ólöfu Svölu Magnúsdóttur, barnabarn, sem hjálpaði mér við gróðurmælingarnar 2009 og ég nú þegar búinn að sjá mér út annað barnabarn sem gæti hjálpað mér hugsanlega við mælingarnar sem ég stefni að gera árið 2019. Ég ætla að enda á því að sýna ykkur þessar myndir hérna vegna þess að ég tel það að vera mjög lýsandi fyrir það sem hefur gerst en þetta kannski yngsta dæmið en það greinilegt að á mörgum stöðum á þessu svæði hefur gróður aukist mjög mikið og rof minnkað. Myndirnar eru sem sagt frá 1988 annars vegar og 2016 hins vegar. Takk fyrir.